ég tók það afstöðu að tala þetta bara opinskátt krabbameinið og mín veikindi. Að það væri ekki neitt sem að ég þyrfti að skammast mín fyrir eða fela. Þetta væri bara partur af hver ég væri og af minni sögu. Og þannig ég hef alltaf bara svo þegar ég greinist og náttúrulega mínu nánustu vinir og hafa margar spurningar bara, ertu að fara að deyja? Hvað á eftir að gerast? Og margar svona spurningar sem að, þau þörf til að spyrja. Og ég sagði bara við þau þurfa ekki að vera neitt feimin. Mér finnst ekkert óþægilegt að tala þetta. Og bara strax það, að segja það, að gera það verkum að umræðan verður miklu opnari. Það verður ekkert eitthvað vandræðalegt, eitthvað, ég veit ekki hvernig ég á að vera í kringu þig. Þannig eins og með mína nánustu vini, þau bara spurðu mig bara mjög opið bara mín veikindi og mér fannst allt í lagi að tala þetta bara frá byrjun. Í staðan fyrir að hafa þetta eitthvað svona sem var eitthvað tabú. Því að það er það ekki. Og mér langaði ekki að hafa það þannig. Þannig ég bara ákvað að myndi bara ekki vera svoleiðis. Samt í kjölfarið af þessu ég ætla að vera í grunnskóla, ég var í 10. bekk þegar ég greinist. Og allir í Kópavogi þekktu mig bara, já, Hulda með hvítblaðið. Og og mér fannst það ekki alveg, ég vildi ekki vera kennd við minn sjúkdóm, sem ég var búin að gera, sem ég ætlaði að sigrast á, skilurðu. Þannig að þegar kom að ég ætlaði að bara velja menntaskóla, þá hugsaði ég bara, já, ætti ég kannski fara bara í MK, eða ætti ég fara í einhvern annan menntaskóla sem kannski enginn þekki mig. Og ég tók þá ákvörðun að ég ætlaði ekki í MK, þar sem allir myndi vita hver ég væri. Þá var ég svona svolítið ennþá með þann stimpil á mér, já, veika stelpan. Og ég vildi ekki fá hana vorkunn af fólki, ég vil bara fá að vera ég, Þannig að ég sótti í menntaskólann við Hamrahlíð og með dyggri aðstoð kennarinn upp í skóla, upp í skóla og upp á sjúkrahúsi hjálpuðu mér að komast þar inn. Svo var mjög góð byrjun, ég var alveg sköllótt því ég byrjaði í menntaskóla og bara eiginlega svona snóðklift, bara lítið hár og margir eitthvað að spyrja, af hverju ertu sköllótt? Og þá sagði ég bara, mér finnst það bara svo flott. Ég bara ákvað að raka mér hárið. Því var ekkert það, sem annað, ég var ekkert að ljúga, skilurðu. Það var alveg sannleikurinn, en ég var kannski ekki að segja alla söguna. En mér fannst það voða gott. Mér fannst það voða gott að geta byrjað upp á nýtt og haldið svolítið áfram, án þess að vera, nú bara nýr kafli byrjar í mínu lífi, ég komin yfir það að vera lasin og bara halda áfram. En náttúrulega, ef ég eignaðist einhverja nánari vini í MH, þá náttúrulega sagði ég þeim það alveg hvað hefði gerst, en ég var ekkert kannski að auglýsa það.